við ætlum að ræða fasteignamál svona einkum á höfuðborgarsvæðinu, sumpart aðeins í tengslum við það efni sem að María Lilja var með hér áðan, þar sem hún ræddi við talsmann leigjendasamtökanna hvort verði breytingar við það að ríkisstjórnin hefur kynnt að það standi til að reisa byggja 1200 til 1400 nýjar íbúðir. Við ætlum aðeins að heyra hvað fasteignasali segir það, hvort þetta hefur mikil áhrif á markaðinu sem hefur verið aðeins í frosinn. Við vitum það til dæmis aðalhagfræðingur Landsbankans, hann sagði fyrir skemmstu að staðan á fasteignamarkaði væri mjög óþægileg og raunvirði fasteigna var að lækka. Þetta búið að vera mikið umræðefni hjá okkur langt skeið. Hinn íslenski fasteignamarkaður og þá ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu og gott að ræða þau mál við mann sem þekkir til verka. Páll Pálsson, vertu velkominn. Takk kærlega fyrir mig. Ég var að byrja á þessu með pakkan, hann húsnæðispakka 2 eins og ríkisstjórnin kallar hann, 12 til 1400 nýjar íbúðir á lóðum ríkisins að hluta. Hann reyndar ekki, það gekk ekkert að toga upp úr þeim hvenar þetta yrði í gær þegar þú voru að kynna þetta, en það ljóst að ég held að þetta byrji ekki fyrir eftir árið eða eitthvað svoleiðis. Sumir segja þessi kosningalykta á þessu rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar og ég veit það ekki. En svona þú og þínir kollegar þegar þið heyruð þessa fréttir í gær, hvað hugsuðu þið? Sko þetta nú bara beint framhald af húsnæðispakka 1, þar sem þeir náttúrulega boðuðu uppbygging á 4000 íbúðum í Úlfarsárdal. Þessar íbúðir eru koma ofan á, þannig að þarna komið einhverja 5500 íbúðir í svona, eða alltaf 5500 íbúðir í svona í bígerð. Og þó að fólk upplifi ekki að það sé skortur akkurat núna, að þá hefur samkvæmt mati húsnæðis- og mannvirkjastofnun verið metið það að það vanti 6 til 14.000 íbúðir á markaðinn. Það að segja bara eftirspurnin raunveru bara að bíða og þetta ákveðin leikur í því sem vonandi verður svona ákveðin, það að segja fyrirbyggja vegna þess að það hefur aldrei gerst þegar við göngum í gegnum svona tíma, þar sem verður svona markaðurinn svona fletur sig aðeins út í verðhækkunum og svona eins og 2018-19 þá voru kringum einhver 800-900 íbúðir sem voru lausar til afhendingar sem ekki voru að seljast. Svo lauk því tímabili, allt seldist og varð síðan skortur. Og ég vitna nú við Sigurð Hannesson að við viðtalið á Viðskiptablaðinu í vikunni þar sem hann sagði að þetta mun líklega raungerast aftur þegar að þessu tímabili lokið núna. Það 2200 eignir, nýbyggingar eignir á markaðnum í dag. Það 6200 eignir íbúðir auglýstir sölu á öllu landinu í dag. Og það svona 800.000 manns að kaupa sér fasteign í hverju mánuði. Þannig að þetta bara mjög gott svona mjög góðar fréttir inn í það til þess að fyrirbyggja það að það verði ekki skortur á einhverju tímapunkti. Þannig að auðvitað eins og þú sagðir að það náttúrulega fullt á ósvöruðum spurningum. Þetta náttúrulega rándýrum reitum sem að náttúrulega menn hafa verið að tala hinum einum. Leysir þetta bílastæðavandamál. Það voru gerðar, verður farið út í að byggja réttu íbúðirnar vegna þess að það var líka talað í gær, Ragnar ráðherra, hann sagði náttúrulega að þetta verður byggðar svona minni íbúðir sem að markaðurinn að kallast eftir. Þess að það hefur ekki verið gert. Ég hef áhyggjur af sérbýlismarkaðnum. Þess að kannanir sýna það að 35 til 38% af fólki vill búa í sérbýli. Það að segja svona litlu raðparið einbýlishúsi. Önnur 35%, svona 70-80% af fólki vill búa þá í minna fjölbýli, 2, 3, 4, 5 býli eða 6 býli kannski. Þetta allt reitið þar sem við erum að byggja eins og þessu kallar stórum fjölbýlum sem 17 íbúðir pluss og það bara óbúslega fáir sem vilja búa í þannig eignum. Þannig að þetta virkilega gott, fullt af hrósi og fullt af ósvöruðum spurningum, allt í rétt átt. Lýstu aðeins fyrir mér hvernig hún lítur út fasteignin sem ekki selst. Hvernig eign það og hvar? Já, eign sem að markaðurinn þolir ágætlega
verðbil á bilinu 750 til 850.000 per fermeter. Það selst og það selst ágætlega. Leiður komin með 900 miljón 11-1200.000 þó með undantekningum. Þá erfiðara með að selja ekki nema eignin eða íbúðin hefur einhver svona ákveðna X-faktora. Það sé ákveðin íburður, það ákveðin penthouse eða eitthvað slíkt. Annars eftirspurn á markaði bara ágætt. Það undirliggjandi mikill þrýstingur. Það margir sem vilja komast inn á markaðin sem að halda sér höndum og en það sem hefur verið að ströggla mest eru nýbyggingarnar. Í tilteknum hverfum það ekki? Sko þessi verkefni sem hefur verið miðsvæðis, það að segja kannski frá 101 og upp í kannski 108, það svo sem ekki verið að byggja mikið öðrum svæðum heldur nema kannski í 221 Hafnarfirði, eitthvað í Garðabæ og svo framvegis. Nýbyggingarnar eru bara almennt ekki að ganga nógu vel, en það er svona hægt og rólega að breytast. Verktakarnir hafa, nokkuð verkefni sem hafa verið að breyta eins verðunum sínum og svona en það ekki bara verðin sem að hér hafa áhrif, það eru ákveðin gæði sem að kaupendum en neytendum hefur vantað eins og bílastæði. Að hve miklu leyti það pólitískur áróður að skortur á bílastæðum sé mjög hamlandi fyrir kaupendur og að hve miklu leyti það staðreynd? Sko það staðreynd hjá markhópi sem svona 50 ára og pluss. 50 ára það að segja babyboomerarnir, það að segja fólk sem fætt á árunum 40, 60, 64, jafnvel aðeins yngra. Þetta markhópinu sem hefur verið kannski drífandi í því að kaupa nýbyggingar nema þeir sem eru að kaupa íbúður á hlutdeildarlánum, sem eru tekjulágir og fyrstu kaupendur. Þessi markhópur bara vanur því að eiga 2 bíla. Þau eru vön því að eiga stæðin. Það eru verkefni til dæmis svona á Grensásvegi þar sem þeir bjóðu upp á og niður á Hlíðarenda líka, að það sem bjóðu hreinlega upp á leigu á stæði sem eru raun og veru miklu hagkvæmari kostur heldur en að eiga. Veistu hvað leigan er? Þeir hafa verið að leiga þetta svona minni með þessi 15-25 skall per stæði. Á mánuði, já. 15-20 skall. Já, í staðin fyrir að kaupa stæði sem kostar á bílnum 5-10 milljónir í þessum nýbyggingum. Þannig að það raunum að fara rauk fyrir því að það fjárhagslega hagkvæmara að leigja í þessu tilfelli heldur en að eiga. Já. Þannig að ég held að það verði svolítið þróunin til framtíðar að því að leigan náttúrulega, ég segi bílastæðum að fækka, en maður finnur það hjá yngri kynslóðinni að það svona ekki alveg sama, fólk aðeins meira sama hvort það sé stæðið ekki. Þannig að þessi breytinga eftir að taka svona tíma. Sko. Já, en sem sagt, þér líst vel á það að það eigi að byggja meira og það að byggja á þessum reitum og það verður markaðan til góðs, en hann búinn að vera á skrýtnum stað og hvað eru fasteignir sannarlega lægri í verði núna en var fyrir ári þegar þú selur íbúðir? Sko 60 miljónir króna íbúð fyrir ári síðan að kosta kannski 61-2 miljónir í dag. Og ef þú gerir ráð fyrir verðbólgu og því, þá það aðeins og dýrara. Sko raunvirði, eins og menn kalla það, sem bara mismun því til dæmis ef að verðbólgan 5% og nafnvirði sé ekki hækka nema kannski 3%, þá raunlækkun upp á 2%. 2%. Það hefur verið að raungerast undanfarna mánuði og það hefur verið raunlækkun á fasteignaverði. Og svolítið skrýtna tölur en áhugaverða tölur í marsmánuði þá hækkaði sérbílu 1,9% tæp á höfuðborgarsvæðinu. Nú, á milli mánaða? Já, á milli mánaða, alveg ótrúlega hækkun sko. Þú veist, þannig að það voru ekki fá viðskipti á bakvið það? Það voru ekki mörg viðskipti sko. Og líka það að einhver ofursala getur líka skekkt myndina sko. Þannig að það er bara svona áhugaverða tölur sko. En ég vil meina að þetta bara sko, við viljum ekkert vera að fá 1-2% hækkun á mánuði á fasteignaverði. Þú veist, það hækkaði á milli mánuða var 0,6% hækkun núna í mars-apríl.
og þannig að þetta allt í lagi og það má alveg færa rök fyrir því að það heilbrigðara ástand núna heldur en var til dæmis 2021 þar sem fasteignaverð hækkaði sko frá 1. janúar 2001 til apríl 2022 þá hækkaði fasteignamarkaðurinn tæp 35%. Það finnst mér miklu óvenjulegra og verra ástand heldur en í dag. Já. Núna hefur þú og ég sem viljum kaupa okkur fasteign, við höfum nokkra möguleika að skoða, við þurfum ekki að drífa okkur að gera tilboð, við þurfum ekki að leggja inn tilboð, það einhverjir 4 aðrir að bjóða á sama tíma. Þannig að það máli færi rök fyrir því að það gott jafnvægi á markaðinu. Þó salan sé í sögulegu samhengi ekkert slæm, þú veist, þetta eins og ég segi, þetta svona 800 til 1000 kaupsamningur á mánuði. Og það þarf að fara nokkur ára aftur í tíman það þarf að gera það þannig en auðvitað viljum við sjá þetta meira 7 ár það ekki sem að ásettar eignir á ástuverði hlutar þeirra eða yfir ástuverði það ekki verið lægra í 7 ár já, það passar það einhvers staðar á bilinu 10-15% sem selst á yfir auglýstu verði en 85% að seljast á eða undir auglýstu verði. Enn og aftur sem ekkert óeðlilegt. Nei. Það heldur ekkert óeðlilegt að eignir sem seljast alveg eitthvað vel yfir auglýstu verði. Já. Þannig að En þannig að það hefur ekkert breyst að fasteign ennþá góð fjárfesting? Já, hún hefur sanna gildi sitt til lengri tíma. Og eignin hefur hækkað á síðustu 30-40 árum að meðaltali 9-10% á ári og það að segja nafnvirði og ég held að það muni halda áfram við munum fá innan 10 ára tímabils alltaf einhverju svona sveiflur við munum ekki sjá og það engin greiningar að spá einhverja nafnvirðslækkun menn að tala raunvirðislækkun að bæði því sem þú ert að selja og því sem þú ert að kaupa þannig að já og það aðeins meira að gera heldur svona fólk heldur almennt þú veist, fólk bara þarf að vera þolinmótt, bæði kaupendur og seljendur þetta tekur, þú veist, meðaltíminn í dag í kringum 100 dagar sem tekur að selja fasteign. Það meðaltíminn núna? Já, það að segja fráðun fyrir auglýsingu og þang til að kaupsamningi þinglist þannig að það svona jafnvægi en það sem aðal áhyggjuefnið og það sem að menn hafa verið að ítreka tala bæði bankarnir og greiningadeildir bankana og svo náttúrulega samtökum iðnaðarins, þeir hafa raunverulega áhyggjur af nýbyggingamarkaðanum hann ekki að hreyfast nóg hratt og það mjög þjóðhagslega óhagkvæmt að það svo margir sem hafa atvinnu af iðnaði, smiðir, píparar múrarar, rafvirkjar og svo framvegis og þeir fyrir að dragast saman í þessum hópum þá þetta svo óbúslega stór hópur þá fara þeir sjaldnar út að borða og þeir kaupa minna inn og fara sjaldnar til útlanda og þannig að við erum alltaf svolítið háð því að nýbyggingamarkaðurinn virki vel og þess vegna var maður svolítið sakna þess í húsnæðispakka 2 að það voru ekki einhvers konar aðgerðir til að virkja þann markað núna þannig að það kom gagnrýni það. Maður hefði svona viljað sjá svona einhverja lausnir með það að gera. Já. Þegar þú varst hérna hjá mér síðast þá, og ég hef vitnað til þess í samtölum við fleiri hér við rauðaborðið, þá sagður að það væri alveg hending ef ungt fólk hefði haft efnaði á árinu sem leið að kaupa sér húsnæði án stuðnings frá ættingum. Einmitt. Og það hefur náttúrulega sett af stað alls konar pælingar hvort efnahagsleg stéttaskipting verður á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki og við vitum náttúrulega hvað leigumarkaðurinn búin að vera hræðilega erfiður og áður en við spjöllum saman þá fyrr í þættinum erum við að spila viðtal við sem sagt mann frá leigjendasamtökum sem lýsir svona því sjónarhorni en sem sagt það sem hefur gerst síðan við ræddum saman að það hefur verið svona aðeins meiri umræða hvort verðtryggingin verði afgreidd sem barn síns tíma hvort við losnum við hana hér hafa komið hagfræðingar og
þeir hafa sagt það ekkert við því Nei. að losa okkur við verðtryggingu því hún ákveðið svona jafnaðartæki en þeir eru nú fleiri sem segja það allt vit í því að losna með þessa verðtryggingu það ástæði fyrir því að ekkert annað ríki með hann á svona en þarna færðu svona fóður í skemmtilega pælingu hvernig segirðu fyrir þér að afnám verðtryggingar myndi hafa áhrif á fasteignasölu? Sko, ef að verðtryggingin myndi hverfa bara eins og staðan í dag þá myndi það útiloka svona 30-40% öllum þeim sem að bæði eru með verðtryggð lán og þeir sem eru að kaupa sér fasteignir 30-40% eða væri bara svona klifta á þetta Þú ert að segja það að lána byrðin miklu meir en svo venjulegt fólk myndir á það bara þannig, bara greiðslubyrðinar eru bara þannig sko, ég ekki á þeirri skoðun að og sko, ég sko, í þessari umræðu sem að ég hef svolítið tekið við sjálfa mig sko, þú veist, ef að losna við hana fá við verðtryggingu í staðinn sko, eins og bara gerist til dæmis á Írlandi á sínum tíma þegar þeir tóku inn evru þá var vaxtastig svipað áður en evran kom inn svo fór vextinni niður í svona Evrópu vexti og fasteign verið fjórfaldaðist á einhverjum 10-12 árum það er það sem við viljum ekki auðvitað þetta fyrirbyggja það með að hafa nógu mikið framboði að leiguhúsnæði og venjulegu húsnæði þannig að sko ég sé fyrir mér að verðtryggðu lánin munu ekki fara á næstu 10-15 árum en ég sé fyrir mér að umhverfið verði þannig að það sé hvetjandi fyrir mig og þeir sem neytanda að fara frekar í óverðtryggt þannig að óverðtryggðu lánin verði bara hreinlega betri díll á endanum bæði það að þú ert að borga hraðar niður og það eins og gerðist hérna á 21-22 þar sem hækkanirnar voru svo mikið það fóru bara allir óverðtryggð lán vegna þess að stýrivextu fóru allir niður í 0,75% og það var bara hagkvæmara þannig að ef það sé að búið til hvata til þess að minnka það að verðtryggðu lánin séu alltilega nota þau og þau virkilega hjálpa bara eins og tek sem dæmi látin föður minn hann, við endur fjármögnum lánið hans fyrir nokkurum árum síðan, hann var að fara eftirlaun hann réði bara ekki við óverðtryggð lán þannig að við tókum verðtryggð lán til eins langs tíma hægt þannig að hann átti góðu lífsgæði þessi lífsgæði hefðu farið hefðu verið neyddur í núverandi ástand á óverðtryggðu lánum en ef að kerfið og nú til dæmis búið til þess að nefnd sem að ég hef persónulega kallað eftir opinberi í mörg ár að hverju setjast menn ekki niður til þess að búið til nýtt bara húsnæðislánakerfið helst draga að erlenda hlutleysa sérfræðinga að borði sem hafa enga hagsmuna einu en einu annað en bara kerfið sér gott en ef það sé hvati það það sem sem leysir þetta vandamál Ég ræddi við formann þeirra nefndar sem þú vísa til Einmitt. Og hann segir að verðtryggingin sé ein og sér verðbólgu hvetjandi 100% Þú ert sammála því Algjörlega og það náttúrulega gera verkund eins og þessi vaxtahækkanir sem var orðið þar hafa bara þá fer bara vatnið leitar alltaf auðveldustu leið til sjávar þá fer bara markaðurinn í aðra leiðir sem eru í boði en þú veist það eru þú veist eins og ég segi það þarf bara að búið til hvata svo þetta virki og fungari og þá sér markaðurinn við rest það raunver að verðtryggðu lánin hægt og rólega bara deyja út og enginn vill þau ef að hitt sé í boði á góðum kjörum En það eitthvað í ímyndunarafli okkar Íslendinga sko, sem byrgir okkur sýn við trúum því sumhver að lykillinn að því að ungt fólk geti keypt húsnæði sé verðtryggingin og það 30-40 ár í basli með að borga en það alveg dæmi frá nágrannalöndum okkar að ungt fólk þar eignast sitt húsnæði á 10-15 ára Já, það til dæmi það ég kynslóðin sem að koma upp núna ég hef svo óbillandi trú á henni ég held að hún muni þéna meira heldur en mín og þín kynslóð eða við það? Og ást gemri tíma Fær hún vinnu? Verður ekki gervigrindin múna? Já, hún mun bara vinna öðru vísi Já. Og ég meina ef þú horfið 20 ára aftur í tíman jafnvel 30 ára aftur í tíma þá svo mörg störf í dag sem voru ekki til á þeim tíma Þannig að það munu alltaf koma störf sem að
en sko það sem gervigreindin mun gera það við munum geta allt oft sagt sko að hörður í Eimskip byggði alltaf upp fyrirtækið án tölvu en þú getur byggt upp jafnstórt fyrirtæki í dag á 3-5 árum með tölvu og tækni og gervigreind og svo framvegis þetta gerist allt miklu hraðar þannig að og við erum á tímamótum núna og það eru alveg óbúslega spennandi tíma framöndan, það eru svo mikla breytingar framöndan og það er breytingar sem munu eiga sér stað á næstu 5 árum með meiri heldur en að hafa gerst á síðustu 50 árum til samans með gervigreindinni þannig að við vitum ekki alveg hvernig það nákvæmlega gerist en Egill Helgason hefur miklar áhyggjur af því að ungt fólk verið atvinnulaust, hann er búin að skrifa margar færslur um það. Já, ég bara ég tengi ekki við það. Þetta verða bara ekki við Egill. Nei, ég þekki mann ekki neitt, ég er mikið álitað, ég er mikið gaman á hann. Sakna hann í Silfur Egils. Sunnundasmotnum, mannst þetta því? Já, ég var stundu gestur hjá hann. Já, einmitt. En sko það verða til störf sem eru ekki til í dag og það er svo mikið grassirandi. Þú veist, ég var að hjálpa einum efnuðum útlendinga að kaupa fasteign á Íslandi og við áttum mjög... Ertu þá ekki landráðamaður? Hann var að kaupa sér heimili hérna. Konan þessi vestur Íslendingur og þeir hann efnaðist á tækninni, á tæknifyrirtæki og hann var alveg sannfærður um það að við munum, meira segja kynslóðunar okkar, við munum lifa til 120-150 ára aldurs út af tækninni. Þú veist, þú sér það líka að sko fyrir 20.000 árum síðan, nú er kannski komin út fyrir fasteignumræður, sko það liðum við til, sko það liðum fólk til 30. Til ársins 1840 sem er þannig síður sögulegu samhengi ekkert langt síðan þá liðum við til 35 ára þannig á þessum óbúslega langan tíma þá byggum við til þá eignumst við 5 ári viðbót frá 1840 og til dagsins í dag þá erum við að lifa til 85 ég held að meðalaldur á Íslandi hjá konum er hvað 86 og við strákunir eru hvað 84 ég er ekki alveg viss með tölunar við erum mjög nálega að því þetta er út af tækni og framþróun og lyfjum og svo framvegis og við erum bara búin að sjá það sem er í dag við erum bara búin að sjá svo brota þessi koma skala næstu 5-10 árum þannig að við lifum á svo ótrúlega áhugaverðum tíma og hvernig mun auki langlífis eru breyta fasteignamarkaðinum? Já, svo hefur það verið umræðan vegna þess að líka það að á næstu árum þá líka mun sko sem er hin hliðin á peningnum sem að menn hafa áhyggjur af til þess sérstaklega erlendis að þessu óbúslega stóru kynslóðir sem eru fæddar á árunum 46-64 þessi eftir stríðsárskynslóðir babyboomerarnir þegar þessi hópur fer út á markanum þá voru offramboð á fasteignum allt sem hefur verið byggt verið frá 2010 til svona 2040-50 þannig að því að fólksfjölgun hefur ekki verið nógu mikil sko en það er bara önnur vandamál sem við þurfum að leysa í dag en þú heldur semst að kaupmáttur unga fólksins muni aukast? Ég held að yngra fólk í dag bara verður alið upp við allt annað tækniumhverfi sem gefur allt öðrum tækifæri, öðruvísi tækifæri heldur en við vorum aldrei upp við. En þú vinnur náttúrulega líka við að halda væntingum gangandi og bjartsýni. Já, ég hveti til að lesa bók sem heitir The Future is Faster Than You Think. Já. Þar er óbúslega mikil sko það er bara verið að skrifa það hvernig sko ekki bara einhverja spádóma heldur að vera að skrifa sko hvaða vinna er í gangi núna í öllum greinum sem að verður normið fyrir okkur í framtíðinni. Þú veist, allt frá því að sé sjálfkeyrandi bílar og uppi við því hvað, bara hvernig við verslum inn og hvernig við mentum okkur og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög áhugaverður lestur. Og ég hef svolítið keypt þau rök í þeirri bók. Ok, spennandi. Herru Páll, ég vil ekki halda þér mikið lengur en ef við lítum aðeins hérna út á land að lokum, hvað er að frétta þar? Er svona búið að vera svipað frost eða kuldi eða hvað ég var að segja, búið að vera svipað rólegt þar og hér á höfuðborgarsvæðinu eða? Já,
þetta leggst svona jaft yfir, þú veist, það svona 70-75% af sölunni á höfuðborgarsvæðinu og samdráttunin virðist vera bara í algjörlega, ef að verður 5% samdráttur á höfuðborgarsvæðinu eða 5% aukning, þá gerist það með nákvæmlega sama hætt út á landi og en ég finn það alveg að sko, þessi jaðarmarkaði við höfuðborgarsvæðinu sem ég veit ekki alveg hvort það kalla út á landi í dag. Nei. Selfoss, Hveragerði, Akranes og Reykjanesbær. Það er góð spurning, sko. Ég er farin að teikna nýtt höfuðborgarsvæði sem er sá hringur. Innra og ytra höfuðborgarsvæði. Já, nákvæmlega. Þeir markaðir hafa verið rosalega erfiðir á undanförnum svona 2 árum. Það var náttúrulega byggt rosalega mikið þar líka. Já. Og þau markaðsvæði lofa mjög góðu. Ég er mikið heillast því sem ég ger á Þorlákshöfn, mikil uppbygging atvinnustarfsemi og þar getur þú fengið lóð úthlutað. Það er reyndar fleiri sveitarfélög í kringum sem bjóð upp á það. En jú, landsbyggðin, hún hefur svolítið haldist í hendur bara við almenna markaði. Ertu því kunnugur hvað hver verðmunurinn er á sambærilegri eign á Akureyri og segjum bara 108 Reykjavík? Já, það er svolítið síðan ég skoða þetta en Akureyri er svona svipa verðlagur á Hafnarfjörður og munun á Hafnarfirði og Fossvoginum 108 náttúrulega kannski það póstnúmer sem er hvað eftirsóttast og er hvað dýrast lítil uppbygging þar og bara takmarka landsvæði þannig að sko ég man ekki alveg munin á fermetraverðinu en mér minnir að það hafi verið svona 100-150 krónur eitthvað svoleiðis. En Akureyri er sem sagt samkeppnishæft við Hafnarfjörð og þannig séð. Þannig sem þýðir það að fasteignaverð á Akureyri hefur stigið töluvert á seinni árum. Algjörlega, heldur betur. Og þar hefur ég skoðað þetta fyrir nokkrum árum reyndar síðan þar sem ég var að bera saman verðmun á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu og á þeim tíma þá var einmitt niðurstaðan svo þetta er bara mjög líkur markaður og í Hafnarfirði. Og Hafnarfjörður þú veist, við erum með Norðurbæ, Hafnarfjörður, Álfaskeiðið sem er hvað lægsta fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu. Ásamt 111 og semst Breiðholtinu. Þannig að þau verður svona ekkert ósvipuð þegar ég skoða þetta sín tíma. Ég veit ekki alveg hvernig staðan samt er á því í dag en ég gerir bara ráð fyrir það sé svipað. Já. En sem sagt, þú hefur lifað betri daga og í þínu bransa en svona, það er ekki dauð og djöfull. Það er kuldi en alls ekki frost, ef ég get orðað það þannig. Það er fólk að kaupa og selja á hverjum degi og ég tók stöðun á bönkunum fyrir svolítið síðan hvort að þeir séu upplifað að margir séu að falla greiðslumati þeir könnust ekki við það. Það er náttúrulega líka út af því að fólki er svolítið búið að taka bráðabirgða greiðslumati sjálf á netinu og svona og þeir sem ekki að standast það, þeir ekki að fara inn á markaðinn en þar er stór hópur sem býður eftir að komast inn á markaðinn sem mun komin á markaðinn leið og vextur og verðbólgu vera að lækka. En þá er ég hrættur það, ég deili því að með Sigurði Hannessyni og þetta er að fá hann í spjall. Mjög margt áhugavert sem hann segir. Þá deili ég þeirri skoðun að það er raunverulega hætta á húsnæðisskorti þegar að hlutirnir fara að snúast við. Og það er það sem ég hef áhyggjur af. Þessin er svona hrifin af þessum húsnæðispökkum ef það verður brugðist við og farið að skipuleggja það hratt og vel. Svona er bara spennandi að velta þið fyrir sér hvort atvinnuleysið, hvort það lækkar aftur. Það er fróðilegt að sjá hvernig ferðaþjónustan mun þróast, mun straumur erlends vinnuafls, mun hann stoppa, mun fólki fara aftur tilbaka sem hefur verið hérna. Ég heyrði utan að mig daginn, það var einhver að tala það, kannski efni fyrir ykkur að ég heyrði utan að mér og ég hef alveg fundið það því ég hef selt fyrir fólk frá Pólandi sem búið að vera þetta lengri tíma. Rosalega mikið af þeim markhópi að fara út aftur. Ég heyrði tölur sem var bara 5-10 manns, ég bara reyndi að kaupa það ekki en þessi hópur er að fara aftur til síns heima. Þannig að það er ekki nóg mikið vinnu að hafa hérna og þú veist, þannig að ég veit ekki hvað er til í því Við erum háð því að flytja inn fólk. Þetta er síkvikur markaður og kannski verður við orðin 1 milljón eftir nokkur ár. Hver veit? Hver veit. Á einhverjum tímapunkti verður við það.
Og það er vist þetta reikna, er ekki 400.000 í dag eitthvað slags? Jú, einmitt. Mér er svo stutt sem ég var 250.000. Já, það er sem líka. Það var það sem að byrjaði að segja útlendinguna þegar maður fór í fyrstu utanlandsferðina. Einmitt. Voru ekki 220.000 þegar ég fór í mína fyrstu. Akkurat, sko. Það er svona, það er gott að búa í Íslandi. Það er gott að búa í Íslandi. Það er auðvitað endalaust áskorunum og svo framvegis, en það er engin annar ástæð til að vera bjassinn. Ég vona að jöfnuður gefi að sem flestir geti komið þaki fyrir ofan höfuð og þeir sem ekki hafa áhuga á því að eiga þakið fyrir ofan höfuðið geti verið á sæmilega stabilum leigumarkaði á þess að borga augun úr. Þannig viljum við hafa það hér í velferðarsamfélaginu í Íslandi. Hjartanlega sammála. Ljómandi. Kæra þakki fyrir komuna, Páll Pálsson, fasteignasali. Gaman að koma til þín. Takk fyrir. Og nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.